En það til lausn á fjármögnunarvanda nýs Landspítala sem fæli ekki í sér neitt högg fyrir fjárhag ríkissjóðs. Að ræða svokallaða eignatryggða fjármögnun eða það sem á fjármálamarkaði nefnist asset-backed securitization. Þetta fæli í sér að fagfjárfestar myndu tryggja byggingu spítalans með kaupum á skuldabréfi sem yrði tryggt með framtíðartekjum spítalans. Dæmi eignatryggða fjármögnun af þessu tagi bygging Hvalfjarðarganga á sínu tíma. Þá voru skuldabréf sem gefin voru út vegna framkvæmdarinnar tryggð með fargjöldum þeirra sem keyrðu gegnum göngin. Jón Finnbogason, forstöðumaður skuldabréfa hjá Stefni HF, einu stærsta sjóðstýringarfyrirtæki landsins, segir áhuga hjá fagfjárfestum að taka þátt í fjármögnun nýs Landspítala. Þetta verkefni sem hafa verið að fjármagna með eignatryggðri fjármögnun, svo dæmi sem tekið. Hefur það eitthvað verið skoðað? Ég sjálfur í nefnd sem að skoða þetta, sem sem sagt á vegum samtakana Spítalinn okkar og ég hef komið þessi sjónarmið inn í þá umræðu. Jón segir að ef þessi leið væri farin, væri skuldabréf vegna byggingar spítalans til dæmis tryggt með rekstrartekjum spítalans. Hann sagði að þessar hugmyndir hefðu fengið jákvæðan hljómgrunn hjá stjórnvöldum þó tæknilegar útfærslur hefðu ekki verið ræddar. Sveinn Arason ríkisendurskoðandi sagði við Stöð 2 í dag að breyta þyrfti lögum fjárreiður ríkisins ef fara ætti þessa leið við fjármögnun nýs Landspítala. Sveinn sagðist hins vegar telja að frumvarp til nýrra laga opinber fjármál sem lagt var fram til kynningar síðastlið vor gæti dugað yrði það að lögum því þau myndu liðka fyrir fjármögnun stofnana eins og Landspítalans í A-hluta ríkissjóðs.